Gaman að fá þig í heimsókn aftur. Takk fyrir að bjóða mér. Ég eftir síðasta samtali okkar þá sko ég tala svolítið við fólk þann þátt sko, af því maður stundum ekki það er góðra gjalda vert líka að tala pólitík og eitthvað svona dót, það kveikti svo mikið í mér að tala ferðalög sko. Já. Og ég veist að þetta var svo gaman sko. Já, einmitt. Það er náttúrulega draumur allra að ferðast, eða ekki? Ég held það sko, það einhvers staðar djúpt inni langar alla að skoða heiminn. Já. En svo bara þessi spurning, þú veist, eins og ég sé það með við mín ferðalög, þá alltaf, þú veist, það kemur alltaf svona því exotískari sem ferðalögin eru og því meira sem þau munu reyna á þig, því meira er líklegt að koma einhver rödd sem fer að reyna að segja þér og það eigi nú ekki að gera þetta. Já, eigi ekki að ferðast menn. Þú veist, þess vegna, ég held að það sé ástæðan fyrir að mjög margir enda bara að vera að fara aftur og aftur til Spánar, en einhvers staðar inni í sér langar þá til þess að skoða eitthvað meira, en það er smá, þú veist, ótti við þið óþekkta. Já, ég held það er náttúrulega alveg rétt, það er óttin við þið óþekkta, sko. Fólk var alveg steinhissaði á sínum tíma þegar það er nú orðin 11 ár síðan ég lagði af stað í mína fyrstu hringferð. Og fólk alveg gapandi yfir því að það voru viðsjárverðir tímar á þeim tíma. Það var alltaf viðsjárverðir tímar. Það er eitthvað breyst, skilur við. Þannig að það er eiginlega þessi eilíði ótti. Já. Og það er eiginlega búið að óttavæða heiminn. Það er svoleiðis. Meir og minna, sko. Já. Það er allir hræddir, skilur við. Og ég held að ein stærsta gjöfin sem að ég hef fengið úr mínu ferðalögum, það átti sér stað í Andesfjöllunum í Argentínu þegar ég hitti eina fjölskyldu, ég veit ekki hvort ég á að fara út í það, en það breytti... Jú, endilega. Já, ok. Það var sérst, ég var á heimleið í minni fyrstu hringferð, 2014 til 15, þetta var árið 2015, þá hitti ég unga fjölskyldu og það var lítil stúlka sem voru með og ég var að taka myndir af henni og fólki kom til mín og við fórum að rappa saman og þau fóru að spyrja mig hvað ég væri og ég sagði það og þau voru alveg steinhissa á því að ég var á mótuhjóli frá Íslandi að fara hringir hnöttin og ég segi hvaðan eru þið? Við erum frá Ísrael og ég segi, eru þið frá Ísrael? Og ég alveg steinhissa, þetta er fyrir 10 árum síðan, höfum það í huga. Þannig að þau sagði og ég sagði, og hvernig er lífið í Ísrael? Þau líta á hvort annað og svo líta tilbaka og sagði, það er gott núna. Já, það er gott núna, hvað meinið þið? Já, sjáðu til, þegar við vorum lítil, sem eins og stúlkan okkar í dag, frá þeim tíma þá höfum við alist upp við stöðuga fréttir af eldflauga árásum Hamas-skæruliða til Ísraels. Þú veist að hverjum einasta fréttatíma, alveg. Og við hugsaum, eigum við að láta dóttur okkar lifa í þessum ótta. Svo þau ákveðu það að skrúa fyrir útvarpið og sjónvarpið þegar fréttir byrjuðu, skilur þau. Og svo segðu þau, veistu hvað gerðist? Ég sagði, nei, okkur fór að liða betur. Já. Og þetta var bara eins og beint í hjartastað. Þarna var ég búin að ferðast í 8 mánuði með að fara að líða svo vel. Ég var fann að taka lengri leiðina, þú veist, ég fór til Ástralíu og upp Suður Ameríku sem ég ætlaði aldrei að gera. Og ég sagði, já, býttu nú, ég er búin að vera að vinna í fordómum mínum og núna er þetta kannski ástæðan fyrir því að mér líður svona rosalega vel. Ég er ekkert að hanga inn á netinu og hlusta á fréttir og hvað hennar. Þannig ég ákvað að fara í fréttabindin þegar ég kem heim í kannski 3 vikur, 3 mánuði. Það er liðin 12 ár. Það stendur enn? Já. Bara algjörð fréttabindið? Algjörð. Það er að segja, nota bene. Ég verði að vera tiltækur í heitabottin á mótnana til þess að leysa vandamáli með vinum mínum í Sundinu, skilurðu? En ég fletti blöðin og fer inn á fréttaveiturnar og ég kynni mér hluti fyrir á kynningafundi til þess að kafa aðeins dýbróni hlutina, þannig ég er alveg viðræða hæfur, skilurðu? En þetta varð þvílíkt moment fyrir mig og veistu hvað skeiði? Mér leið alltaf betur og betur,
skilur Já, það svoleiðis. það bara þannig. Já, Og þú veist, þetta ekkert sem ég að reyna. Nei. Mér líður bara svo vel. Og þegar ég heyri núna óminn, sko, heyri fréttastefið í ríkissjónvarpinu eða hvað það sko, eitthvað rosalegt, sko, að þá bara, nei. Og ég get sagt þér það, Sölvi, ég held að þetta sé megin ástæðan fyrir því að ég að ferðast. Ég er verið 70 ára næsta ári og ég enn að ferðast á mótorhjólinu mínu. Ég alveg klárað því að ég mjög samfærður það að þetta sé eina af aðal ástæðan fyrir því að ég held áfram að ferðast. Vegna þess að ég óttalaus. Ég veit að hlutirnir eru öðruvísi. Vegna þess að ég upplýða líka á ferðalögum mínum að það sem að búið að aðvara mig og ég hafði hugmynd til dæmis það land sem hefur sko, breytt öllu hjá mér, það Íran. Ég skalf alveg inn þegar ég ætlaði að koma inn í Íran. Það breyttist bara um leið og ég fór að kynnast fólkinu og góðsemt þess og elskuleg heitum. Skilurðu? Já, þetta er ég þarf nú eiginlega að taka þetta til mín, sko, þegar þú ert að segja þetta. Því, sko, ekki það, ég er alls ekkert eitthvað hangandi inn á fréttamilum. En það væri fínt að taka bara algjört breyk frá þessu, sko, út af því að ég segi eins og þú, sko, nú erum við ekki búin að fara í sambarilega ferðalögu þinn. Ég mæli fyrst sem ég kom til Líbanon, sko. Já. Það var bara á undan, sko. Já. Þú að passa þig, hvað er þetta að gera? Þú bara... Maður ekki sama þar. Eina sem maður hafði heyrt þetta land var eitthvað tengt stríðum. Já. Og svo kemur þarna og bara, þú veist, hátt mentastig og rosa flott fólk, þetta Beirút og kollu París með Austurlanda, kaffimenningin og allt kaffi, allt þetta, sko. Algjörlega. Eina landi sem ég hafði komið til þá sem ég lendi í því, held ég 2 sinnum að ég tók leigubíl og þeir neituðu að rukka mig að ég var gestur og allt þetta, sko. Og svo maður búin að bara sjá þetta einhvern veginn meira og meira, sko, að þú veist, þessar hugmyndir okkar í mann mitt, að því nú kærasta minn frá Tansaníu, og þegar vinur minn ætlaði að koma og kíkja heimsókn til okkar þegar við vorum hann á Zanzibar og allt í hennu er hann næstu því að hættu við, sko, hann fylgir svolítið með fréttum og svona, sko, það er Ebola. Komið upp Ebola í Tansaníu og ég fer og segi við Ester kæristur ég þóra nú ekki að kannski að þú veist að ég ekki þekki þetta, hann rosa ágjörð hún horfði á mig og svo fór hún að skelli hlæja og sagði þú veist það var aldrei komið upp Ebola í Dar es Salaam í höfuborginni, það var aldrei komið upp Ebola á Zanzibar, þetta eitthvað lengst inn í sveitunum, þetta 60 milljón manna land og þegar þú færið Ebola þá ertu svo veikur að þú getur ekki staðið upp til að smita annað fólk. Þannig að þetta er alltaf svona eitthvað pingulítið svæði, eitthvað lengst inn í sveitunum og það eru kannski 5 eða 6 sem að fá Ebola og það er alltaf norðin Ebolu faraldur og sett yfir all landið. Það er þessi eiginlega hræðslu, maður getur ekki sagt áróður, ég meina þetta er hluti af okkar menningu, það er að framleiða svona neikvæða fréttir. Það er ekki aðeins sagt að sko ásaka fjölmiðlum það, heldur það líka það að mannkynið, maðurinn, hann sækir í neikvæðni, skilurðu, og það er einhvern veginn, þú ert búin að innbyrða neikvæða fréttir, þá ertu eiginlega, viltu heyra næsta fréttatíma til þess að hvort að eitthvað hafi brist, orðið eitthvað jákvæðara. Skilur þú? Já, það er líka svo gott að horfa út frá því sjónarhortni að þarna ég man að ég var nú einhvern veginn að huglega hjá Tolla fyrir mörgum árum og þá vorum við að tala um þess að heilin okkar og síðan fór ég að skoða þetta meira og þetta er bara hárrétt að heilin okkar hannaður til að verja okkur frá hættum. Já. Þannig leið þú ferð að setja athygli heilans á eitthvað sem gæti verið hættulegt og slæmt. Þá heilin þannig hannaður að þá þarf það að setja mjög mikinn fókus á eitthvað annað til þess að ná að gleyma þessu, sko, af því hann á að verja þig, sko. Það er þannig, Þannig mann alltaf hann í COVID, sko, þegar Óttar Guðmundsson geðlæknir kom til mín í þáttinn og það var svona, þú veist, ég með hugsaði að hann djarfur að segja þetta, sko, það var alveg þegar allt var í sem mestu hámarki og þannig að þetta er bara eins og að horfa okkur á tölur í fótboltaleika, allir fréttatímar byrja á tölur á smituðum og það er einmitt fréttastefið, búm, 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 búm. Nákvæmlega, alltaf verið að tromma þetta allt upp, sko. En það kom í ljósi í COVID með að sagt það að algengasta ráð sálfræðinga í gegnum COVID, það var að fara ganga á meðan að fréttir voru. Einmitt.
þú náður bara bestum bata með því að þessu einfalda atrið að fara út að ganga og hugsa eitthvað annað. Hvernig, þú varst að fara í annað skipti í hringinn í kringum hnöttinn? Já, það var eiginlega ekki ætlunin hjá mér að gera það, sko. Mér langaði að fara silkileiðina. Ég veit ekki hvort þú veist hvernig það ekki gegnum Kína? Jú, eða sko, silkileiðin liggur frá Evrópu og alveg inn í Kína og yfir Kína. Og yfir til Shanghai á austurströnd Kína. En það svona einhver ljómi yfir silkileiðinni og mér langaði að fara að Kína og inn í gegnum svokölluðu Stanlönd. Kannski er það erfitt að tala þetta, maður hefur ekki kortið fyrir fram að sig. Já, þetta er framandi. Kazakstan og Úsbekistan. Já, ég skal aðeins útskýra þetta fyrir þér. En það sem átti þessi staði rétt áður en ég lagði í þessa ferð eða svona var að huga að þessu, að þá sendi ég einn fyrirspurn til kínverska sendiráðsins hérna, bara á svona rælni og sagði, kemst ég á mótuhjóli í gegnum Kína? Bjóst ekkert við því neitt, sko. Og ég fæ bara boðskort frá kínverska sendiherranum og ég held að það einhver svona kommunistri, svona einhver akveitur, svona myndi taka mútum mér og þú veist eitthvað. Þetta, og þú veist, okkur boðið bæði mér og konunni til tedrykkju í sendiráði. Þessi flotti sendiherra tekur á móti okkur. Einhver maraþonhlaupari búin að hlaupa upp á flest fjöll hérna og ég veit ekki hvað og hvað. Hann segir bara, hvernig get ég aðstoða þig? Hefur áhuga að fara inn í Kína og yfir Kína? Við sagði já. Ég skal bara koma þér í samband við rétt fólk. Þarna bara opnaðist alveg nýri möguleiki fyrir mig. Þannig að ég fór að plana þetta og ég var með mótuhjólið í München. Þannig að við fórum í september 2024, þá hjóluðum við saman í gegnum Evrópu, Austur-Evrópu og inn í Búlgaríu og þaðan inn í Tyrkland. Konan flög heim frá Ankara, höfuðborginni. Ég hélt áfram inn í Georgi, til Tbilisi og þá var komið svona mikið haust. Þaðan flög ég heim og kom tilbaka aftur sem sagt í apríl á þessu ári. Og þá hófst planlagningin þaðan og það var dálítið snúið. Ég ætlaði að fara yfir Kaspíahafið, komst að því það var ekki hægt út af pólitískri svona ástandi þar. Þannig þá ætlaði ég að fara norður yfir Kákasus fjöllin. Þá var bara mikil snjór í þeim. Þannig að þá þurfti að fara suður og fara til Armeníu, inn í Íran og frá Íran þurfti að fara inn í Turkmenistan. Og Turkmenistan eitt lokaðasta land í heimi. Og ég var að reyna í öllur þessar planlagningu að komast hjá því, skilurðu. En ég neyddist til þess, bara út af þessu ástandi. Þannig ég fór í gegnum Turkmenistan, inn í Úsbekistan og frá Úsbekistan fór ég inn í Kirgistan og að landamærum Kína og inn í Kína og yfir Kína. Og þegar ég var komin yfir Kína, þá vissi ég raun og veru ekki hvað ég myndi gera vegna þess að það var mjög erfitt að koma hjólunu frá Kína, austurströnd Kína yfir til vesturstrandar Bandaríkjanna. Það tók mig alveg rosalegan tíma að finna út úr því. Og endaði með því að Eimskip hjálpaði mér og ég og þá opnaðist svo leið að fara með það yfir til Bandaríkjanna og þá var ég á leiðinni að minn annan hring, skilurðu. Þannig skeði þetta eiginlega. Og þá hjólaði ég yfir Bandaríkin, inn í Kanada og hjóli var sendt frá Portland, Maine til Rotterdam og ég flög út til Rotterdam þegar hjóli kom og hjólaði núna í 10. nóvember frá Rotterdam og til München og lokaði hringnum. Hringurinn kláraður. Og það var enginn til að taka á móti mér og ég var bara einn þar, skilurðu. Það eru nokkrar spurningar sem kæra. Fyrsta lagi þessi lönd sem úrst að nefna þarna, að því nú er ég talsvert vanur ferðalangur og hef mikinn áhuga á, en þarna einmitt eitthvað sem, þarna bara, þú þurfum að nefna Turkmenistan, ég veit bara ekkert þetta land. Ég veit mikið fullt af löndum sem ég hef ekki komið til. En þessi lönd, var Turkmenistan skrýtnast að þessum löndum? Já. Það er bara, ég segi það aðeins frá því. Já, endilega. Ég
Ég kem frá... Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.